föstudagur, tveir harðir mættir í stúdíóið og FM 95 Blöður hafi göngu sína þennan drottins dýrðardaginn 18. október og Egill Einarsson hér í Miklufjörið. Allavega ég, Auðun Blöndal, hvernig ert þú, Egill? Ég hef ekki verið betri. Aldrei verið betri? Nei. Það er alltaf sama svarið. Já, þú verður bara betri með hverju vikunni sem líður. Já. Þannig rúlaru bara. Ég meina, sko, Auðun. Já. Þannig átt að lifa lífinu. Þú ætti að bara fara að síða þetta neður. Það verður alltaf betri og betri? Já, í hverju viku. Þannig virkar þetta. Það er gott líf. Þú ert ekki að vera verri í næstu viku en í dag, sko. Virkar ekki þannig. En stundur stjórnar maður því bara ekkert sjálfur? Já, þú meina, United tapar eitthvað þannig. Já, það varst ekki það sé að versta sem getur komið fyrir mann í lífinu, en já. Já, til dæmis, ef að við til dæmis dettum út úr umspilinu og komumst ekki á HM, þá var kannski erfitt fyrir mig að segja aldrei verið betri. Ég veit ekki hérna það. En er það að spila inni núna? Ísland er komið í umspilið og það er búið að vera sól í dag, kominn föstudagur. Er þetta allt svona að haldast í hendur sem gerir þig svona rosalega ferskan? Það er föstudagur. Já. Nú komnir í umspil, sem er stórkostlegt. Ég er að taka rétt stöðulegt eftir með þér, með Blondell. Vá. Klukkan 18:00 í Sportasinu, fólk getur borgað sér og horta á okkur félagann. Já. Og plús það er föstudagur. Er ég búin að segja það? Vil ég segja það eins og það er föstudagur? Já, föstudagur er góður dagur. Besti dagurinn í vikunni. Já, sveimlega þá. Það er öll helgin eftir. Í líka veistla. Og við erum með, talandi veistlu, við erum með fantafína þáttandekur í dag, kæru hlustendur. Við erum með Frikka Dór, við ætlum að hringja þessi hann á eftir og bera 100 nýjar hugmyndir. Ég elska Frikka Dór. Já, Frikki Dór er kongur. Líka toppmaður. Við ætlum svona aðeins að stríða honum. Við erum með sturla staðreyndir á sínum stað. Ekkupen-hornið verður Brian Ekkupen is back. Já, hann er búinn að vera duglegur og Egill ætlar að fara eitthvað yfir það. Ég get ekki beðið, sko. Þú getur farið það bara núna, sko. Elskar Brian Ekkupen. Miðað við Facebooki hans, Brian Ekkupen, þá er hann betri en þú. Þegar þú segir ég hef aldrei verið betri, hann er betri en þú. Já, reyndar. Hann er alltaf jákvæður og alltaf skemmtilegur. Máli er, ég held það mikill aðdáandi, Brian Ekkupen. Ef hann gefur út disk, ég fyrst í gæðin til að kaupa. Eina ástæðan fyrir ég bara fer eða ekki inn á Facebooki hans, Brynjar Más, af því að I feel empty inside, ég er búinn að vera þar. Þið líður svo auðmíkja. Já, ég hugsa bara, hvað er ég að gera við mitt líf? Já. Bara sleira þig. Síðasta sem ég myndi gera var að fara inn á síðunast þunnur. Af því þá myndi ég fara að grenja. Sunnudagskvöldi. Já, lítill í mér. Það var hann bara ykkur göngutúr í góðverðinu. Já, bara með hendin á bumbunni. Stýttir til Brian Heaven og toppmálum. Ég veit. Þannig ég myndi liggja bara með, Dominos Fiesta upp í rúmi. Farðu bara inn á Brian á föstudögum. Það er létt yfir og léttlugur og kátur. Það er það sem maður á að gera. Það er langsniðast. En eitt sem ég ætla að segja við Blondell, ég verði að fara aðeins í first date first date konceptið aðeins í dag. Nei, það var dött. Já, ég veit að það var dött, sko, en ég bara verð að fara út af því eftir við félagarnir kerðum við ganga þetta Iceland Got Talent koncept. Eftir við félagarnir? Ég er að segja það allt nýtt. Ekki vera að benda því mig. Eftir að við félagarnir notum við það tromp, Iceland Got Talent, þú sétt að kynna það. Hættu að segja við félagarnir, þú hendið því inn, ógeðið þitt, þú sagðist þér að hættur þessu. Ég vil ekki sjá það. Nei, ég ætla bara, þetta er bara smá örstugt innslag eftir. Þú verður mjög ánægður núna. Nei, ég verð aldrei ánægður. Ég vil ekki sjá það, ekki gera þetta. Fyrsta skipti verður þú ánægður með mér. Sér ekki hvað ég er í góðu skapi, ekki bara eyðileggja fyrir mér. Þú er í góðu skapi, ég sé viðurkenna. Við verðum með Brian Ekkupen, Arnar Gunnlaugsson er á sínum stað og það er ekkert ástæðalausu. Hann var með partí á síðustu helgi. We went there. God damn it, Gump. Og það komir gríðulega óvart eða þannig að Arnar Gunnlaugsson kann að halda partí. Wow! Sá maður, he can throw a party, maður. Það getur skrifað bók, hvernig á að halda partí eftir Arnar Gunnlaugsson, 10 steindök, pum. Selt. Ég var náttúrulega að fara í tökur á Gott Talent á laugardaginn, þannig ég var ekkert að drekka. Nei. Samt skemmtilegasta partí sem ég hef farið. Já. Hann heldur það góð partí og getur verið edrú og skemmti konunglega. Það var svakalegt. Þú varst reyndar ekki edrú það er svo annar mál. Ég fekk mér a couple of beers. Svo erum við bara fasta liði á föstudögum, þannig að það er allt að gerast hjá okkur. Það er allt að gerast. Já, við erum í fantafíling og bara til hamingju Íslendingar með þennan föstudag. Hamingju Ísland. Og endilega hlustið okkur næstu 2 tímana því að þið munið ekki sjá eftir því. Já, þeir eru að hlusta á FM 957, það var nýja lagið meistara M&M, það er alveg frábært. Þetta er geggja lag, maður. Já, það verður ekki það. Hann skýtur ekkert ofta á sig, hann M&M. Nei, hann er minna í því og hættur í öllu rugli líka. Já. Hann var hann háður læknisdópi eða læknadópi. Já. Það eru eiginlega svona alla súpistörnir detti í það, Elvis og Johnny Cash. Það er ekki gott að vera veldi því. Það hefur verið að háða því. Það vilja að vera svona sljóir eitthvað. Það var það í lágmarki.
lágmarki, bara sleppa því algjörlega. En það komið að slúðri hér í FM 95 Blö og múðalegt að spenntur í slúðri. Ég elska gott slúður. Já, ég er með fína pakkaðandar í dag. Yes. Ég ætla að byrja á einhverju sem hefur held ég ekki farið fram hjá neinum hérna í Íslandi, allavega var þessu dreift víða Facebooki hjá mér. Bruce Jenner úr Keeping Up with the Kardashians, sem þarna kallinn, sem að skilja við hann að Kris Jenner. Ástæðan fyrir skilnaðanum við svo að hann vil verða kona. Og hefur verða kona? Já, og að hugsa að fara í kynskipti aðgerð. Hann á vist fullt af kjólum og elskar að vera meirnalakko í kjólum heima og það vist ástæðan fyrir skilnaðanum og ég að sjá einhverja myndir á honum. Þetta er eitthvað ekki í lagi þarna maður. Já, hann langar að kippa limnum að segja bara. Já, fylgir það ekki? Jú, það þarf að vera það. Já, og sko, ég reynda grunað ekki að hann vildi verða kona en maður fann að gruna að það var eitthvað að því að sko hann hefur farið í það mikið lítadaðgerðum og er orðin svo afmyndaður í framann einhvern veginn að það er ógeðslegt. Já, ég er sko að mynda hann núna en það sem tekið fyrir 20 árum. Já, það sem hann var bara en athlete og reynda að sé ég var íþróttastjarna. Tímasmjólkunar beitt sér í konu sko. Já, ertu að sjá nýja myndir á honum? Hann er svo köttur, þetta er ógeðslegt maður. Já, það fylgir að vera hot celebrity. Það vilja verða kona? Þú þarft að fara í lítadaðgerð, það fylgir lífun. Erst þú búinn að fara í það? Ekki ennþá. Hvað ætlar að láta dunda í þegar þú ferði þína fyrstu? Ég veit ekki, hvað er svona basic shit? Ekki fara í Botox hérna á ennið og eitthvað? Já, ferði ekki beint í ennið þér? Jó, þá 3-4 ár það mentalega. Fyrstu það myndi ekki góða með neitt óvart að þú kemur til mín allur bólginni bara, hvað kom fyrir þig? Sem að Botox fyrir helgi. Það myndi bara ekki koma óvart, ekki neitt. Eða sílikon í kálvana eða eitthvað? Nei, það er þess endur ekki. Ég vinnum við því í gimmunu félag. Þú ert endur ekkert með stærstu lappir sem ég sé. En að mixa bara hérna nefið eitthvað. Slípað nefið á tilblu. Það er ekkert að nefna mér. Nei, ég veit það, alltaf leið. Það er ekki fullkomið. Hefur ekki heyrt if it ain't broken, why fix it? Ég veit það, bara það fylgir þessu lífstíl sem þú vinnur núna í TV, radio og allt þessu. Það er bara kjánalegt, þú fer aldrei undir hnífin. Ég skal fara undir hnífin. Já, bara lögum eitthvað þar. Já, ég hljóta mig ekki það. Mixum eitthvað. En hann er málið að segja þessi gerði sem að klikka á. Hann er að fara allar leið með þetta rugl. Það fór oft í þetta sko. Hann er bara að fara, ég giska, ég horf andlita á honum, ég giska hann er bara að fara svona 30 sem. Já, bara Dottin í Jackson syndromi sko. Og við verða kona og það er náttúrulega hans val og við bara stiðum henni því en andlita á honum er ógeðslegt í dag. Já, svo er það góður vinur þinn Egill, Michael Bay. Wow, Michael Bay. Þú verður aðdáandi hans. Þetta grínast það. En hann, þessi leikstjóri og pródusent, hann var rændur núna á dögunum. Hann er að taka upp bíómynd í Hong Kong og á 5. daginn þá komu bara einhverjir glæponar inn á settið og rændu af honum $13,000, hvorki meira hann er minna. God damn it. Já, og það kom löggan og það er búið að handtaka mennina hana. Michael Bay. Já, sko, hann léta á ekki hafa $13,000, þeir voru að reyna að blackmail him eða svona, veist. Verður hótonum. Já, ég meina, sko, en hvað gerði hann, skilur? Hvað gerði hann? Ég náðu ekki niður bara á... Nei, hvað þó hann getur leikstýrt mönnum í hasamyndum, þá var hann ekki hasaðriðið sjálfur, sko. Þú vorum að tala að gæði leikstýrið Bad Boys. Já, sem var one hell of a movie. Sem held maður kannski, hann toppaði sig ekkert eftir Bad Boys. Hvað mynd kom árið eftir? The Rock! Með Sean Connery og Nicolas Cage. Sem hugsaði maður með sér, hann toppar aldrei The Rock. Nei, hvað kom síðan? Armageddon. Það eru rólegum, maður. Viltu ekki bara fara á hann? Nei, ég er að segja, og síðan Transformers, Pain and Gain. Já. Ég er að skoða bara myndir þess að þessi gæði ekki. Þú ert a huge fan. Þetta er besti leikstjóri í sögunni. Nei, Egill, það er hann ekki. Svo er ég með í lokin, þá er ég með slúður af The Jonas Brothers. Já, ég er ekki hrifin af þeim. Nei, ekki fan. En þeir eru, sko, þeir voru bara svona, hinnir fullkomnir bræður fyrir nokkrum árum síðan. Allt niður sér. Ætluðu ekki að stunda kynlíf fyrir brúðkaup og allt svona. Búin að skýta á sig. Í dag er allt í abaskít, já. Það er ekkert flóknara, sko. Komnir í heroinni og allt ruglið? Nei, þeir eru ekkert komnir í dópið, en þeir voru að cancela núna tónleikaferðalagi sínu því að þeir rifist svo mikið hvaða lög þeir ætti að spila. Menn eru ekki, þeir eru komnir með mismunandi tónlistarsmekk strákarnir, en það er svona aðeins fatnir að þroskast. Og ekki nóg með það, en tókuðu líka Twitter-akkántin og delítuðu honum í einhverjum pirring. Já, það var einhver pirringskasti. Já, þeir voru vist að rífast hver ætti að stjórna Twitter-reikningnum og hvað ætti að fara þar inn. Það er ekki lægin að það. Það tók sér bara einn til og einn orðið, svona er þetta. Já, þessi Jónas bræður, þeim er að leggja þessa hljómsveit niður. Sko, Keeping Up with the Kardashians á E-Channel er... Sem er one hell of a show. Nei, það er alveg, mér finnst ég heimskari þegar ég er búinn að horfa á það. Það er mjög góð þáttur. Það er bara þannig. En
sko, ég skal samt gefa Keeping Up with the Kardashians það að sá þáttur hátíð við hliðin á Married to the Jonas eða hvað sem að sá ógeðslegi þáttur heitir. Til þáttur Married with the Jonas? Já, það sem sagt bara einn Jonas bróðurinn, það mesti lúðin af þeim öllum. Hann var víst að giftast einhverja stelpu frá New Jersey og það verið að fylgja þeim eftir. Það viðbjóðslegu þáttur. Og ég stundu festist yfir honum bara til að pirra mig. Já, í channel. Ég stundum að horfa á það, ligg heima bara einn upp í sófa að bölva sjálfum mér að horfa á það. Já. Þannig að það ógeðslega þáttur. En það svona guilty pleasure höfður, þú gaman að horfa á það? Nei, það ekki einu sinni guilty pleasure. Það ekki svona gaman að því? Nei, Kardashians var einu sinni guilty pleasure, það það ekki lengur, af því að mér finnst það bara orðið leiðilegt. En þetta þannig viðbjöð, þetta meira svona bara pynting í þingunni, sko. Já, ég vona að Jónas bræðurnir, hljómsveitin bara... Já, þetta örugglega ágætis strákar og... Eiga huge fanbase á Íslandi? Ekki á Íslandi, nei, þeir áttu rosa fanbase erlendis. Það var eitthvað við Jónas bræðurnar, það ekkert heitmeld eftir þetta því. Já, þetta enda Chris Rock, hann orðaði þetta best þegar hann var að kynna hann einhverja hátíðina og var að tala the Jonas Brothers að þeir ætla ekki að stunda kynlíf fyrir en eftir brúðkaup og þá var hann að segja að strákarinn að nýta ykkur þessa fræði núna því verði ekkert það fræðið þegar þið gifta ykkur, þetta svona eins og súpi, maður myndi ekki nenn að fljúa fyrir að vera búin að gifta sig. En þetta var slúðurpakki dagsins, fyrir hér í auglýsingar, svo ætlum við að hringi í Frikka Dór með geggjaðar hugmyndir. Þurfum við ekki aðeins að fara að koma okkur inn á spennan á honum með hann glaðasta hund í heimi. Corona kynnir hrekkjavökupartí hjá Geysi Records á Harlem laugardagskvöldi 27. október. Framkoma A-Paul frá Portugal ásamt DJ Margeir, Yamaha og fleiri flottum plötusnúðum. Hluti af tekjum kvöldsins renna til styrktarfélags krabbameins-sjúkra barna ásamt því að verðlaun verða veitt fyrir flottustu búningana. Miðasala fer fram í partybúðinni í Skeifunni. Nánari upplýsingar á geysirecords.is. Taktu þátt í Coke Zero leik 10-11. Þú gætir unnið PlayStation 4 eða PlayStation Vita. Þetta einfaldur leikur. Þú skellir þér í 10-11 og færðir Coke Zero og í hvers skipti fer nafnið þitt í pottinn. Líkurnar á vinningi aukast því við hverja ferð. 10-11, fljótlegt og þægilegt. Á Subway.is finnur þú næringargildi allra rétta okkar á matseðli. Hver þinn uppáhalds heilsubátur? Subway, eins og þú vilt hafa. Segjum tilbumannum stríð á hendur. Með ljúffengri blöndu af vítamínum, steinefnum og söltum. Be OK. Ávallt síðasti sopinn. Það frábær helgi framundan í boltanum. Geggjað opnunartilboð á mat og Karlsberg á krana. Hendrix, sportbarinn þinn við Gullinbrúna. Við förum saman. Amerískir dagar. Íha! Hagkaup. Ein ferð, betra verð. English Pub Hafnarfirði auglýsir. Júladiskó laugardagskvöld. English Pub Hafnarfirði. Lán eða ekki lán? Send okkur SMS í 1909 eða farðu inn á 1909.is og við leggjum strax inn á þig. 1909.is. Þegar þig vantar smálán. 1909. Kringlukast 5. til mánudags. Nýjar og spennandi vörur á 20-50% afslætti. Nýtt kortatímabil. Kringlan af öllu hjarta. Allir leikir í beinni á risaskjá í boði Karlsberg. Players. Búðakór Kópavogi. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. That kills me, makes me feel alive. The thing that drowns me, makes me want. That kills me, makes me feel. Tvo harða á föstu degi, það 18. október og við erum í fantafíling, ekki satt? Það bara nákvæmlega þannig on the blonde ale. E.J. Inerson. Jó. Og já, við vorum að hugsa núna nýtt konsept. Við getum nú ekki verið að bakka Ingo við okkur lengur. Nei. Hann löngu komið ógeð og já, þetta var að fara að setjast á sálina hjá honum. Já, líka hann bað okkur bara vinsanlegast að láta hann vera út af því að hann áreiti hvert sem hann fer úr svona. Já. Og þetta góðu drákur, þannig að við ákomum að verða við því. Og hafðu bara ekki nógu gaman að þessu, en hérna, við erum komin með nýtt fórnarlamb. Já.
Og ég vona þetta eftir að fara illa hann, sko. Eða svona, ekkert illa í hann, en svona, hann á pottið þetta að fatta náttúrulega gríni, sko. Annars hann bara tæpur á því. En það King Frikki Dór. Hann með lag, búinn að vera með lag sem heitir Glaðasti hundur í heimi. Og það búið að spila það gjössan út alt. Og ég heyrði alveg á honum, hann verið viðtalið á Loga daginn. Það sem hann var að tala sko, hann orðinn vel þreyttur á því að fólk sé alltaf, sko, biður að koma og syngja glaðasti hitt og þetta fyrir einhverjar árshátíðir og svona. Já, þetta líka mest spila íslenska lagið bara á árinu. Þetta eina sem heyrði í eigum. Þetta líka svona feel-good lag. Og við ætlum að ringja núna í Frikka Dór og vera með okkar hugmynd. Já, við erum með koncept fyrir landir. Þú ætlar að fara glaðasti engaþjálfari í heimi og ég glaðasti útvarpsmaður í heimi, ekki? Jú. Það hefur ekki bara prófað að ringi. Heyrum í honum bara. Tekum á honum. Hann bara með venjulega ringingu. Er það King Frikki Dór? Jú, það konungurinn. Konung, hvað sæll að blessa þér? Auðvitað heiti ég og liðna mig setur Gilsarinn. Komið sælir. Sæll Frikki D. Oft kallaðir tveir harðir. Það er zwei hard. Svo þjóðverinn kallar okkur zwei hard. Hvað segir King Friðrik? Konungurinn hress í dag. Það gott. Það eitthvað lélegt sambandi þar? Hvað þetta stæður? Ég inn í húsgagnavöllun. Er ég alveg lost á mig í sambandinu? Já, við heyrum í þið núna. Hvað er það verðslega? Sófa, borð, hillur, hvað er þetta? Nú er ég að leita mér á sófa. Ég er að fara að flytja nýja íbúð núna áramótin einhvern tímann og byrjaður að skanna markaðinn. Það eru tveir valmöguleikar. Þú velur sófa, Frikki Dór. Annarkvort velur comfort, þannig að sé þægilegur, gott að liggja í honum og gott að chilla í honum, gott að ranska boltan í honum, eða upp á lúkið, og kemur inn og bara wow, that's a couch. Það er óþægilegur. Já. Hvort viltu? Hvort viltu hafa þægilegan og ljótan eða geðveikan og óþægilegan? Ég myndi freka vilja fá þessi viðbröðuna með that's a couch. Þú ert líka þrótt með fólk heima það ekkert mikið hangi í sófanum, sko. Nei, nákvæmlega. En reyndar ekki gott fyrir svona glaðan hund að vera með þægilegan sófa? Jú, það er mjög gott. Ég reyndar alveg í svona körfum, svona bastkörfum með svona teppi og leikt þar mikið. Svona glaðasti hundur í heimi? Já, bara glaðasti hundur í heimi. Já, við vorum við erum konið með nýja hugmynd sem við ætlum að bera undir. Já. Sem einmitt ástæði fyrir símtalinu. Við erum bara að semja svona 2 ný lög og ætlum svona að tjekka hvernig þú myndir fíla þeim. Já. Þetta er sko lag, skástrík konsept. Þetta er ekki bara lag, þetta er konsept. Og ég hlustaði. Ég er glaðasti, engaþjálfari í heimi. Ég er að þjálfa allan daginn og ég er að fíla það. Hvernig fílar þetta konsept? Já, þetta er búið, þetta er mjög gott konsept, virkilega svona, ég heyr og grafið djúpt bara eftir þessari hugmynd. Þetta er ekki gott hjá honum? Virkilega svona búin að fá hana til og mjög svona fáið og lokkáinn og ég er ánægð með hana, hún er mjög góð og ég mikla trú að þetta mín að hygga við söluna í þjálfunum. Svo er ég með smá pælingu líka, sko. Já. Ég er glaðasti útvarpsmaður í heimi. Ég tala í mikrofón á hverjum degi og ég er að fíla það. Já, þessi er jafnvel betur. Finnst þetta ekki flott hjá okkur? Þessi er mjög góð. Þessi er báðar virkilega svona eitthvað sem maður bjóst ekki við. Þetta er algjörlega nýtt fyrst á þetta. Ok, það er gaman. Það ætlum bara að fá þitt álit einhvern veginn á þessu konseptum sem við með félagarnir. Já, þessi konsepti eru kjössalega gegn. Út að lagið þitt náttúrulega glaðasti hundur í heimi er svo vinsælt. Já, það var mjög vinsælt og með konsepti virkilega. Harðu Göfti er glaðasta sófa í heimi. Ég ætla að gera það, glaðasti. That's a couch. That's a couch. That's one happy couch. Við tekum að takk fyrir góð viðbröð. Já, endilega haldið áfram með þetta. Takk, bye. Já, sko, hann tók nú bara vel í þetta. En þú er líka alveg koncept. Þú er bara að hugsa þetta koncept í marga mánuð. Glaðasti engaþjálfari í heimi og glaðasti útvarpsmaður í heimi. Ná, það er þetta að vinja hvað með þetta. Við reyndar ekki, hann var ekkert pirraður, en alltaf gaman að heyra í Frikka Dór. Hann var jákvæður núna, en ef við höldum þessu áfram eins og gerum Ingo Veðugu, þá verður þetta mjög þreyttur á þessu fljótt. That's a hell of a point there, G-man. Syngur Jason Rulo hér. Takk, Dirty. Ég fíla þetta lag. Takk, Tony. Þessi taktur sem kemur hana. Ég heit ekki annað en Taking My Moves í eirinn takt. Þú átt engin moves? Já, ég á víst moves. Nú, hvaða moves eru það? Já, 2 moves, ég vinna alveg með. Ég hef aldrei séð þið dansa. Nei, mitt þess að við heldur góður hér.
Hvaða moves áttu? Ég bjóð til dæmis The Pack Dance, bjóð hann til. Nei, þú bjóðst hann ekki til. Það kallast ekki að dansa, að láta brjóstina þér poppa þegar þú ert að skemmta þér, sko. Jú, en það er dans. Nei. Jú. Ég ætla ekki að rífast við það. Það búið til stefnuljós með brjóstkassan? Já, það er dans. Nei, þú ert að fara út á gólf og svona þess að setja upp hendur og... Ég lyfti stundum höndunum upp. Á og til. Það til hamingju með það. En, sérðu ekkert nýtt í kallin í dag? Sé ég? Nei, Jésús, hvað varst í klippingu það? Nei, sko, ég var í klippingu morgun. Já, ég sá það með svo Instagram-inu. Þið hægt að setja en leðulegar Instagram með það. Akkur? Það var í klippingu. Ég hef aldrei sett mynda mér á Instagram með klippingu. Það er fyrsta skipt sem ég gera það. Nei, hendur fólk ekkert í því. Og gerir þú það aldrei? Takk þetta tilbaka og það strax eða lemmu. Takk þetta tilbaka núna. Og ég tek þetta tilbaka fyrir þér. Það er enda til mynda mér sem ég sitt í þessi stól og vera að spyrja hvað sé inn í dag. En það er líka flipp. Já, það var flippmynd. Já, maður fer ekkert bara, ferði ekkert í strípur og bara, já, best að byrja daginn hérna í kaster. Jú, það er ekkert að byrja daginn betur. Þetta veist hvað líka svo gott, út af þegar það er búið að strípa þau upp, þá þarf það að fara í vaskinn. Þú farið í vaskinn, þá farið á, sett eitthvað drasli í það, djúpnæring og hárnæring og eitthvað shit, sem farið að massage. Þú farið hausmassage. Ég sakna þess reynda maður. Já, hvenær færst þú síðan strípur? 2001-2002? Og það strípaður? Nei, náttúrulega Jó Ásbjörns kendi mig það að strípurnar hjálpuð rosalega í ljósunum, þannig að ég var með strípur svona síðustu metran alltaf. 2006-2007 kannski? Já, 2004-2005. Þá var ég alveg með strípur, sko. Svo langt sem var strípaður? Nei, 10 ár, 9 ár. Ég vil læra til að vera með strípaðan blöð fram að núna. Þetta grínast. Þú ert reynda vel því ég sé það núna þegar þú segir það, þú ert orðinn mun ljósari. Já, veistu af hverju? Fyrsta sinn sem ég sé einhvern munaður. Já, veistu af hverju ég er svona ljósari í dag? Ég er með nýtt konceptblöð sem ég las á internetinu í gær. Nei, nú að senda það bara á mig í tölvupóst. Nei, ég ætla bara að lesa það fyrir og beintur fram með það og með spjata saman félagar. Ég las þetta. Blondes have more fun. Það er svona sem þú ert búin að strípa allan við. Ég las það á internetinu. Hefur ekki alltaf verið með strípur? Já, samt, veist, mismikið. En síðan las ég á internetinu. Blondes have more fun. Já. Hafður aldrei heyrt það áður? Blondes have more fun, eða? En síðan fær ég að pæla þess meir í því. Það er helling til þessi konceptið, eitthvað. Já, ertu búin að skemmta þér betur sinni í morgun, eða? Sérðu það ekki á mér? Er það ekki bara því að föstu dag? Ég hef aldrei svona léttið mér. Þú hefur ekki svona léttið yfir á mánudaginn? Það er líka mánudagur á mánudaginn blöð. Já, en þá ertu samt að blönd. Já, en kannski verður þetta óvinnu góðu mánudagur. En málið er að, en sko ég held, ánægast ég að vera leiðilegur, ég held þú getur aflitað, þú veist, litlu brotanaðina, svo með. Já, ég er feskur sko. Af hverju ekki að gefa þér að shot, blöð? One last shot. Hvað, að aflita á mér kífið? Það er ekki sjans. Hvað, bara til að gera mógeðslega? Hvað, en svona ángríns, hvað ætti ég að græða á því að vera með aflita kífið? Ég held að ángríns geti farið mjög vel. Þetta er svo hálfviti. Nei, þú ert kaffibrúð með aflita... Ég er ekki kaffibrúð. Þetta kalla hausinaði kífi, byrjáði, með bara fallegt höfulag. Nei, það kallast þú gefst ekki alveg upp á kallast að vera með kífi. Ok, ef þú myndir aflita það, síðan þetta með þykkt dögt skegg, kaffibrúð, hendir aðeins með sunshine. Hvað, viltu bara ég verði Arnar Gunnlaugs? Hann er endur ekki með aflita. Herðu, ég sko þegar við förum í Arnar Gunnlaugs hóðna eftir, þá þarf ég að hendi einni mynd á Twitter því að, veist, ég var náttúrulega bara walking around his place sober, bara í, sko, að skoða kastalan. Ég sá rosalega mynd frá ofan rúmið hans, ákvað að taka mynd af myndinni til þess að setja inn á Twitter í dag þegar við færum í Arnar Gunnlaugs hóðni. Og vá, þeir sem er ekki með Twitter, hendi ykkur á Twitter núna því að þessi mynd, hún er rosalega. Ég sýndi þér hann á hann. Já, ég hef aldrei síðan aðeins. Þetta býðum á að fara yfir þessa mynd, förum í Gunnlaugsholtinu eftir. En já, til hamingju með hérna strípurnar og Blondes have more fun og skemmtilegt. Konceptið mitt, Blondes have more fun. Já, æðislegt koncept. Förum í auglýsingar sem er sennilega skemmtilegra koncept heldur en svo ógeðslega strípuðinnar. Er ekki lífið dásamlegt? Góð tilfinning að standa undir mánaðarlegri greiðslubyrði? En óvæntu útgjöldin? Þau detta nú inn á bestu bæjum. Þá er alltaf hægt að bjarga sér tímabundið. Smálán. Ekkert stórmál. Júle og gamli gaukurinn kynna. Hljómsveitin 20, Retrobot ásamt Amanda Dama á gamla gauknum föstudag. Gamli gaukurinn, eitthvað fyrir alla. Það er eitt að læra á snjallsíma, annað að læra með snjallsíma. Með Vodafone Guardian getur þú skapað skólabarni vinnufrið. Byrjum að tala saman örugg samskipti. Þú getur sótt Vodafone Guardian á vodafone.is. Góð samskipti bæta lífið. Vodafone. Við förum saman. Amerískir dagar í Hagkaup. Komdu og upplifðu spennandi amerískar vörur. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Heill helling
helmingur af D-vitaminum og söltum. Þetta þarf ekki að vera flókið. Taktu það sem skiptir máli eftir jam. Be OK. Ávallt síðasti sopinn. 1x2 og 13 leikir. Þið viti hvernig þetta virkar. Það eru 240 milljónir í risapottinum í enska boltanum fyrir 13 rétta á laugardaginn. 1x2, við tippum. Liverpool eða Man U. Send okkur SMS í 1909 eða farðu inn á 1909.is og við leggjum strax inn á þig. 1909.is. Þegar þig vantar smálán. 1909. FM 95 Blö á FM 957. Tveir harðir í FM 95 Blö. Hér á FM á þessum fallega förstu degi 18. október klukkan 16:40 og það laugardagur og sunnudagur framöndan og það þýðir þetta eru bestu dagar vikunar. Vá, ég náði ekki andanum hana. Þetta var stórkostleg opnun hér. Takk. En þið eruð að hlusta hér á FM 95 Blö og það komið, ég reyndar í fantagýr maður. Ég veit, ég valdi sér svona glaðan. Föstudagur í manni. Já, það er þú líka mjög glaður. Já, takk. Þetta ljósætur og fín. En það komið að sturlunum staðrindum. Yes. Og það eru 10 eins og alltaf. Svo fyrir við í EcoPen-hotnið og Arna Gunnlaugsson. En byrjum hér á sturlum. Þetta tilbúin Egill? Já, ég er klár. Hlustendur klárir? Já, flautið eru klár. Bíp, bíp. Og þá byrjum við. Engar væntingar, engin vonbrigði. Sturlu staðarind. Þetta er sturlu staðarind. Er ekki svolítið til í því? Jó. Það var ekki með reyna væntingar að verður ekki verið vonbrigðum? Mjög góða punktur, sko. Viltu, þetta eitthvað skot á íslenska landsliðið fyrir umspilið? Nei, alls ekki. Það hérna, en ég til dæmis, ég fór á bíómyndum daginn með Robert De Niro og Michelle Pfeiffer, ég man ekki hvað hún heitir, Madeleine eða eitthvað svona. Það var svona enga væntingar á hana? Engar. Ég ætla ekki að nenna, ég fóð með Inga félagið mínum, var ekki að nenna því að ég hugsaði bara, ég hef ekkert lesið hana og pottitt ekkert var í hana. Mér fannst hún frábær. Ég er ekki vissum að mér að fundust hún svona rosalega góð, hefði ég verið með eitthvað væntingar. Ég held að þetta virki alltaf. Því að ég hefur verið séð Muriel's Wedding. Nei, ég hef ekki séð hana. Nei, það er versta bíómynd sem ég hef séð á æfinni. Það hefur ekki séð It's Pet, greinlega. It's Pet er bara one hell of a movie við þegar Muriel's Wedding. Það verður aldrei tekið af mér þessar 90 myndur sem ég fekk verið að horfa. Muriel's Wedding? Muriel's Wedding, verður bara að horfa á hana eitthvað. Það var bara því ég var með enga væntingar, samt. Það leiðir illa. Það var hræðileg. Það var samt fastur fyrir vonbrigðum. Já, þannig að kannski... Undantekningin sem sannar reglum. Já, líklega. En ég meina, þú ert með enga væntingar til United þessu tímabili, þannig að þú getur ekki verið fyrir vonbrigðum. Nei, ég held við náum ekki sem mestarlega. Ættu þessu bull. Það er þessi held. Talar alltaf með raskatuna þér, það er alveg óþólandi. Takk að þá. En það hefur verið að koma þér í vesen. Herruðu, fáum þetta næstu. Já, 5 sekúndna faðm losar 60% af stressi. 5 sekúndna faðm? Já. Það er mjög langt faðm, sko. Minna, ég mæti þér út á götu. Hey, Blondell, faðmaði. Ok, byrju, ég skal sína þér. Ímyndum okkur núna, hvað með hendunar hérna? Eins og sem að faðmast. Ég ætla að segja þér að 5 sekúndur er búin. 1, 2 og... Þetta er svolítið langt faðm. Takk svo vandrarlegt, sko. Það er svo... Faðmar einhvern í 5 sekúndur, nema að segja bara hvað það er, sko. Já, það er svona eins og við séum ástandni bara. Já, 5 sekúndar faðm. En það losa samt 60% stress, við getum prófað þetta eftir. Framvegis mun í faðmi í 5 sekúndur, sko. Þannig að það væri bara þannig að fólk reyna að íta með frá sig. Það er Manchester United Southampton á morgun. Já. Tökum 5 sekúndar faðm fyrir hann leika því ég er mjög stressaður fyrir hann. Og líka kannski virkar þetta líka að maður líður illa ef við töpum, sem er mjög líklegt, og við föðmust í 5 sekúndur eftir hann. Já, þá losar stress. Og ég var að lesa meira þetta, fólk á að faðmast meira. Þetta er eitthvað sem ég ætla að reyna að taka upp bara í vinahópnum með mér. Af svona 20 engaþjálfur í sporthúsinu, þeir eru 3 sem faðma með alltaf reglulega. Já, eru þeir ekki mun glaðari? Þeir eru mjög létt yfir þeim. Og svo mikið er með svona handshake, eins og hérna Arnold handshake? Ekki, God damn it, Blondell. Þetta er snúið út úr. Svona Predator handshake, svona sem kemur svona... Þú veist hérna, þú veist ekki... Já, ég veit að handshake. Það er enginn að handtrista mig þegar ég mæti við mér á þenn. En 3 sem faðma mig, ég finn það alltaf mjög þægilegt. Það er kósi.
Og þið að nútið sem er að hlusta, faðmiði meira, prófaðu helgina. Faðmist? Jep, 73% fólks fer yfir samræður dagsins áður en það fer að sofa og hugsa hvað það hefði betur sagt. What? Og það er svolítið til, ég segi nú mér 73% full mikið og maður gerir þetta ekki hverjum degi, en það var nú allir lengt í þessu að vera að fara að sofa og hugsa, okkur sagði ég ekki frekar dududu. Já, jú. Þú kannski hugsaður eitthvað ákveðið spjall sem áttur daginn, en að reyða upp öll spjalliðin. Já, það kannski fullgróft. Já, það full mikið. Ég tók mér þess að einu eitt á sveppa bara, það ekki það langt síðan, það 3 vikur eða eitthvað, voru í fótbolta. Og við erum í fótbolta, ég, hann og Simmi og vinna Simma frá Egilsstöðum, alltaf á þriðjudögum í svona litlu húsum, maður getur orðið geðveikur, það er svo heitt og tapsár sko. Svo það orðið feitur og kröllóttur og Nei, við vorum ég var að rífast við eitthvað annan og Sveppi var búinn að vera öskra alla æfinguna, svo voru konið í klefan, þá var ég ennþá að rífast við eitthvað sko, ekkert alvarlegt. Þú ert alltaf vangifinn í fótbolta. Og þá öskraði Sveppi, hvað það er alltaf að vera eitthvað svo mikið vesen í kringum þú, eitthvað svona var eitthvað að dæmi. En ég fattaði ekki fyrir ég var að leiðinni heim, bara, hann var öskrandi allan tíma sjálfur, okkur öskraði ekki hann, varst þú ekki öskrandi sjálfur? Það sást eftir að ekki svara á honum. Já, þá, með þessu, já. Það skilði. Svo er það hér, þú átt alltaf að gefa 100% nema þú ert að gefa blóð. Þetta var svona brandari sem ágætt. Ekkert fyndi brandari. Þetta var gott comedy hjá Blondale hérna. Þú ert ekki vanur á lauminn bröndurum í Sturlaðar. Ég gerði þetta bara fyrir það því að föst þar. Þetta er gott koncept. En maður á alltaf að gefa 100%. Nema átt að gefa blóð. Já, ekki segja brandarann aftur. Ok. Þú ert háður tónlist og þú verður háður kynlífi og eiturlyfjum. Ok. En það er ekki full grófsamt eða? Já, háður tónlist. Já, og þú verður háður kynlífi og eiturlyfjum. Þetta líka þessum 3 hlutum saman? Nei, ég er ekki að því. Ég hef aldrei prófað eiturlyf til að byrja með. Svo þú sem er á heroinni. Já. Líður hún jafn illa og þér þú getur ekki hlusta á Creed 2-3 dagar í röðu? Ég minna að hlusta á Creed þessa dagana, en takk samt. Ég er að spyrja þig. Mér finnst þetta svolítið steikt, sko. Já. En ef ég ætti að velja ekkert tónlist eða ekkert kynlíf, þá var það létt val. Ef ég fengi ekki, ef ég get ekki að heyra Rain on Me í svona 6 mánuði samflett, myndur að leggja mig líklega inn, sko. Erstu ennþá að hlusta á þann viðbjóð? Á þann viðbjóð? Þú meina, best að laga þetta tíma? Höldum aðfram, ég er ekki að fara að ræða þetta við. Nei, alltaf. Já, svo kemur hér. Konur eru betri að ljúga en kallmenn. Ok. Segja sturlaða staðreyndir. Það er staðreind bara. Þú veist, hendar hann staðreindana. Já, ég er ekki að því, sturlaða staðreyndir. Svo kemur hérna einn sem ég veit að þú ert eftir að hafa gaman að. Ok. Iguanaeðlur, þekkirðu þær? Já, ég veit ná, ég elska þær. Og koalabirnir eru með 2 tippi. Það er tónlist að fá bara í gang. Akkur kveikna stundur bara á sjónvarpinu. Það er svo góð staðreind, það er bara að kveikna á sjónvarpinu. Með 2 getnaðarlimi. Já, iguanaeðlur og koalabirnir með 2 tippi. Það er mjög spes. Ætlaðu að pissi með báðum þegar það verður í stuði? Ég sé bara ráði. Þú ætlaði að pissa með þessum, morgun ætlaði að pissa með þessum. Rótir þess. Maður er öruglega þægilegt og gjörsanlega mikið í því að bara taka bæði í einu. Já, sneggar tegum blöðurina. Já. Góða punktur. Nákvæmlega. Það væri stundu fínt að vera með 2 tippi. Nei, maður er svo ekkert að gera 2 tippi. Höldum áfram. Sníill er 33 klukkutíma að skríða 1,5 kílómetr. Jésús, hversu lengi er það þessu? Já, endur tala það verður að rífa sig í gang. Endur að tala þú setja hægur og sníill. Það eru mjög hægir. Já, mjög hægir. Það væri mjög þreytt að vera sníill. Ég myndi engan veginn en það. Miklu skemmtilega að vera kanina. Já, kanínur eru fínar. Já, ef þú hugsaður út í hversu leiðilegt líf er að vera sníill. Það er vel þreytt. Þú ert ekki eitthvað á föstuði, bara hlusta á 2 harða og kikið svo pubin, sko. 1,5 kílómetr, 33 klukkutíma. Já. Ætli sniglar eignist bestu vini og eru að socialisa? Ég held að sniglar sem mjög lágu gændu öttölu. Mjög lága. Já, reyndur. Og mjög hægir. Ég held að þessu ömulegt líf var sníill, því hún er verið aldrei. Þekkir þú eitthvað sem er svona jafn hægur og sníill? Þekkir eitthvað sem er sníill? Eitthvað svona vinn? Ég meina, Steindi Junior er mjög hægur að öllu. Já. Það er svona sníill í honum. Já, hann er svona fyrsta nafni sem kemur upp í hugan allavega. Og Mike Brown inn á fótboltavelli í dag, eins og sníill, sko. Já, hann er ekki snöggur í þessu. Elding þegar var yngri, sko. Mikki griki. Já. Svo er það hér næsta. 90% af leigubílstjórum í New York eru útlendingar. Það var sem er svolítið hátala. Já, þeir eru flestir hérna arabar. Já, Pakistan og svona. Já, það eru svolítið í því. Já. Við erum svolítið verið í New York félagarnir. Já, 90% samt. Það er rosalega mikið maður. En ekki það. Það sækist mikið í. Það finnst gaman að keyra gulu bílana. Já, þú færð samt sko með til dæmis að þú ert í Boston eða Florida eða annað. Þú færð ekki að hressa leigubílstjóra í New York. Maður fær eiginlega aldrei eitthvað svona gauður sem hey, where you guys from? How you doing? Where are you going? Þú ert líka allt og mikið að spjalla, Blu. Það er sko, þú verður að laga. Kaninn elska það. Já, þú verður að laga það. Nei, það er skemmtilega að fara til Bandaríkjanna. How are you guys doing? Oh, we're good, thank you, man. Já, stundu vill leigubílstjórinn bara, Blu, að keyra, og hann nennir ekki að tala að gæjan sem voru komin. Og þá þú alltaf eitthvað,
Er ég hvað? Hvað? Já, þú ert alltaf að spurja hana einhverju. You know, is the weather supposed to be like this the next couple of days? Tala ég svona? Yes. Yeah, thank you, sir. Já, síðan alltaf spurjandi að það. Verður að hætta þessu. Það eru 2 eftir og það eru báðar mjög góður og þetta er gaman að þeim báðum. Ozzy Osbourne, hann giftist Sharon 4. júlí, svo hann myndi aldrei gleyma brúðgauðsafmælinu þeirra, af því að hann gleymdi alltaf brúðgauðsafmælinu fyrir konuna. 4th of July. Já. Þetta er mjög sniður taktík hjá hann. Hann var ekkert að fara að gleyma þessu. Ætli það sé ástæðan fyrir allir að giftast eitthvað hérna 7-9-13 og það muna þetta frekar. 08-08 og eitthvað svona kjafta þeim. Góð bundur. Svo er það síðasta sturla staðurinn dagsins, ég veit að þú eru ánægð með hana. Ok, búin það. Nicolas Cage. Já, wow, Nicky Cage. Já, þú hattar hann ekkert. Nei, ég elskar. Hann kom Johnny Deppin í leiklist. Og kemur óvart. Já, og kom honum svona af stað í leiklistinni. Nicolas Cage, maður. Það er one hell of a human being. Þú veit, hann lék í The Rock. Já. Og þegar maður heldur sko, ok. Alltaf þegar maður er búinn að afskrifa Nicolas Cage. Já, þá hugsaðu maður, ok, hann er búinn að leika í The Rock. Þannig að nú er hann búinn. Nei, hvað hendur hann í? Con Air. Já. Þú veist, þetta grínast það. Þetta er toppleikari. Stanley Goodspeed. Það var hann í The Rock. Já. En þetta voru sturla staðarindir þennan fyrsta, en þær voru bara fínar. Við ætlum að fá... Blondale skate ekkert í þeim í dag. Fá Brian Ekkopen hodnið og Arnar Gunnlaugs hodnið hér eftir smá stund, en fáum eina píu sem kann alveg að búa til tónlist. Hún heitir Rihanna. Þetta er Rihanna hér með Pour It Up. Það er eitthvað svalt við þetta lag. Þeir eru að hlusta hér á 2 harða og við erum í Fantagír, styttist í Arnar Gunnlaugs hodnið, það er hér rétt handa við hodnið. Ertu að fan? Á Rihannu? Já. Og sko, hún er svo mörg lög sem við finnst flott, en ég get ekki sagt annað en ég sé að fan, sko. Þú er bara fan? Já, ég er líka fan. Já. Það er bara Harry. Hún kann þetta. En hörru, ég er með hræðilega fréttir fyrir íslensku þjóðina. Hræðilegar. Hvað fréttir það? Út af málið er, ég ætla að horfa mikið á Animal Planet og Discovery og allt þetta shit. Já. Ég elska þetta. Það sem er að gerast... Mjög dýramaður. Já, það sem er að gerast blöð, það sem er mun gerast næstu 5 árum, það er ný kónguló að fara þetta einnig. Já, sem var hann að geta upp handleikinu okkur gaur, tala hana. Sem var í Englandi, djús viðbjörðu það. Já, sérst, hún var talið og hún myndi aldrei geta komið, þú veist, myndi skotta eitthvað hérna í kringum okkur, þú veist, á London og þessi hérna, og það sem er svona kalt á veturnar, þú veist, þessu hérna, hún myndi bara deyja, hún geti ekki höndlað það. Nema hvað, hún myndist að höndla bara nokkuð vel, sem er, ég er búinn að fylgjast með henni núna í ykkur 3-4 ár. Ég lokka með regluleginn og tjekka hvert hún er komin. Já, bara hvert hún er komin í Breitlandi og hvert population er á henni. Hún er núna bara að keyra sér marga miljónir Hvað er það sem hún gerir? Hún er vel eitruð eða? Hún er kallið False Widow. Hún er náskild The Black Widow. En False Widow er út af falska ekkjan, því að hún er ekki jafn hættuleg og svarta ekkjan, en lítur er nákvæmlega eins út, þannig að hún þarf að ruggla saman. Og hvað, er hún stór eða er hún lítil? Nei, það er alveg vandamálið, hún er lítil og hún býtur þig. Ertu hættuð kóngulegar? Já, þetta er grínast. En múst árið tala bara svona venjulega hérna í Íslandi? Já, ég drölla í mig ef ég sé kónguló. Ok. Ég bara ef það er kónguló heima til dæmis rétt í hörðinu eitthvað, það tekir bara hendin út. Ég hef aldrei getað þetta greinast það. Tekur hana bara hendur út. Það tækir mig svona, ok, ég sagði kónguló, hún var eitthvað svo vegnum. Fyrst ég myndi bara frjósa. Ég myndi geta ekki hreitt mig svona 50-10 mynd. Píku litla það, ef það er ekki eitrað, skiptir þetta einhver máli. Ég myndi þurfa að mana mig upp í það. Ég myndi þurfa glas og pappír. Og það tækir mig svona annað kort, ég myndi þurfa að mana mig í það labba að henni. Ég væri minna hrættu við krókudíl. Nú er ég bara að fylgjast með þessu False Widow hérna. God damn it, God. Út af því að ef hún höndlar hérna England og höndlar hún Ísland. Það er tímaspursmál, þá getur þetta kvikindi kemur ykkur. Ég vil ekki sjá þetta ógeð. Nei, líka ógeðslega kónguló. Ég hef ekki séð ljótari kónguló á ævinni og hún er að býta fólk og fólk er að missa handleggina í London. Já, hættum að tala um svona viðbúða. Föstudagur ætlum að hafa gaman. Ég er bara að vara þjóðina við. Förum í auglýsingar, svo er Arnar Gunnlaugs hodnið og já, við Egill, sérstaklega Egill var í partí hjá Arnar Gunnlaugs síðustu helgi, þannig að við höfum nóg að ræða hann. Nýjar úlpur á frábæru verði í Jack & Jones. Þú finnur réttu úlpuna hjá okkur. Jack & Jones, Smáralind og Kringlunni. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá Hraðpenningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðpenningar.is. Túle og gamli gaukurinn kynna
Hljómsveitin 20, Retrobot ásamt Amanda Dama á Gamla Gauknum föstudag. Gamli Gaukurinn, eitthvað fyrir alla. Það er Kringlukast 5. til mánudags. Nýjar og spennandi vörur á 20-50% afslætti. Nýtt kortatímabil. Kringlan af öllu hjarta. English Pub Hafnarfirði auglýsir. Júladiskó laugardagskvöld. English Pub Hafnarfirði. 13 léttir, 13 réttir. Upp úr sófanum á næsta sölustað eða bara tækla þetta á 1x2.is og tippa á enska seðilinn. Það eru 240 milljónir í risapottinum í enska boltanum fyrir 13 rétta á laugardaginn. 1x2, við tippum. Kópalmálingin er seld í Bíkó. Íslensk framleiðsla á góðu verði. Komdu og nýttu þér þjónustu og reynslu sölumann okkar. Bíkó, búðu betur, borgaðu minna. NetGiro, ný greiðsluleið á netinu. Skráðu þig á netgiro.is. NetGiro, einföld, örugg og þægileg leið til að versla á netinu. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallpakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. FM. Þér að hlusta á FM 95 Blöð, það eru 2 harðir og það er... Hvað sér þau? Sun Don't Shine, sagði ég ekki, ég var að syngja. Já, þetta er flott lag. Ég veit aldrei semja laga sem verið Sun Don't Shine. Það var alltaf hjá mér Sun Shine, eða Sun is Shining. Já, hann er samt að tala um að sólinn skín ekki þegar hún er ekki sko hjá hann. Skín sama, Blöð. Já, frábært. Þurfum ekki að ræða það. Nei, erðu? Það er komið hins vegar að, hodni hér í FM 95 Blöð sem er oft hjá okkur á föstudöfum. Við ætlum að fara að ræða hér mann og þetta er engin venjulegur maður. Þetta er maður sem að allir aðri menn vilja vera, allar konur vilja vera með. Hann hendi í partí síðasta föstudag og ég hef aldrei séð annað eins partí. Hvað heitir þessi maður, Egill? Arnar Gunnlaugsson. Hárrétt, það er Arnar Gunnlaugs og þegar maður hélt að einhver maður gæti ekki toppa sjálfa sig. Ég get svo svarið það maður. Ég hef aldrei lent yfir eins. Nei, við sögðum hlustendum frá því hérna síðasta föstudag að hann sendi okkur SMS og bauð okkur heim til sín í partí yfir landsleiknum. Og þú skellti nú undan mér. Já, ég kom nú þarna seinna. Ég mætti hann aðeins fyrr. Já, og horfður á leikinn heima. Tók landsleikin með Arnari Gunnlaugsson. Já. Og King Þorvaldur Örlygs var líka þarna, sem er einhver fyndnasti náungi sem ég á ævinni talaði við. Já, hann kom á óvart maður. Toddir og ég vilti viðtölum svolítið svona þungur á því. Hann var frekar þurr. Hann bara svo Will Ferrell, hann er með uppistand á tíma. Við líka mestar. Hann var stórkastlegur þarna. En þú mættir til Arnar Gunnlaugs, er ekki alveg bara tilbúin eins og svona þegar þú mættir í venjuleg partíð? Nei, ég stressaðist mikið upp. Því að ég var að fara í partí til Arnar Gunnlaugs. Já. Og ég reyndi að gera mig, meira sexy en vanalega. Það var svona konceptið mitt. Gera það meira sexy en vanalega? Já, ok. Út af því að fara til Arnar Gunnlaugs. Já. Ég var ekki að fara í partí, ég var að partí til þín og ég bara farið í svartur ruslabóka og berfættur, skýtsaman, En ég var til Arnar Gunnlaugs. Og, Blöð, þegar ég labbaði hann inn. Ég kom með póka. Ég ætlaði bara ekki, ég var ekki dóni, ég mætti bara með, vodkaflösku og blandu og eitthvað. Og Arnar Gunnlaugs tók á móti mér og fyrst sem hann sagði var, hvað ættum við í pókanum hann? Ég bara eitthvað smá áfengi og eitthvað. Hann grenjaði á hlátri. Grenjaði úr hlátri. Var ekki eldhúsið bara tróðfullt? Jú, ég labbaði upp stegan og labbi inn í eldhústunars. Það voru 6 reika vodkaflöskur á borðinu. Og hann var ennþá hlægjandi og voru komnir upp á svona stíu og ég var komið áfengi sjálfur. Og fannst það svo að fyndið, Hló hann alla leiðinu upp? Alla leiðinu upp og bara svona Þú hefur sést Arnar Gunnlaugs hláturinn hans? Hann er með æðislega. Eiginlega bara svo Matthew McConaughey. Sagði þið mér sem kom upp eða strákar, Egill kom með áfengi með sig. Og það hlóðu ykkur 2-3 í hotni, Fyrst þetta myndi mjög fyndið, Ég ætlaði bara að kurtið, Ég tók að myndi eftir því þegar ég mætti þarna eftir leikinn. Það var bara eins og ég var mættur í ríkið. Það var svo mikið áfengi. Það var með rauðvín bara út allt, hvítvín, reika bara, það var allt til. Já, þetta voru kannski, við vorum kannski 15 ára. Og það var með áfengi fyrir 600 manns. Já. Ég fattaði ekki alveg, Ég mætti þarna í partíð, og ég var ekki að drekka og ég að fara í tökur daginn eftir fyrir gott talent. Ég hef samt aldrei skemmt mig að vilja í partíð.
Maður þarf ekki að vera að drekka þegar maður er í partíu Arnari Gunnlaugs. Það er bara þannig. Ég satt reyndar hann í stólnum, sko. Var eitthvað að spjalla við strákana og satt bara var með svona Pepsi Max. Kom hann allt í einu með bara svona ískaldan handa með jökulkaldan og sagði með blöð. Ég veit nú ekki með þig en eitt kaldur en aldrei drepið mig. Hún neytar ekki einu köldu með okkur Láksson hendur hún niður. Það gæti ég ekki gert, þannig ég þurfti að fá mér einn. Og sko, svo þegar ég var búinn með hann og spurði hann mig, hann var svona að reyna að lokka mig, hvort ég vildi annan, ég sagði nei, ég er góður og satt bara þetta feskur. Herru, þá koma með handa mér sko kristall með læmi í og eitthvað, þetta er bara eins og að vera í einhverju höll. Hann var líka sko, hann var eins og bífluga alltaf inn í eldhús að græja allt fyrir okkur. Já. Og kemur alltaf óvart að... Þetta er one hell of a hostess. Já, hörru, hann er a master chef. Já, þú fegst að borða hjá hann líka maður. Ég svona var að leika mér að fylgjast með honum í eldhúsinu. Já. Vá, hann getur verið kokkur. Hvað fegst að borða hjá hann? Naut. Hann keypti einhver flottustu nautasteg sem ég sé. Það er ekki komið óvart hann að veita sjálfur. Já, ég spurði líka hvað, þetta er nú flott kjöt, hvað fegst þetta? Hann svo hlópar eitthvað, sagði þig með það ekki, sko. Vildi hann ekki segja hvað þú... Já, ég sá þessi steik kosta svona 200 skall þessi steik, sko. Ég valdi að sé svona nautasteg áður, sko. Og sér var hann inni að eldana og skar hann svo litla búta og kom hennar fram, lagði á borð fyrir alla og besta nautakjöt sem fengið á ærinni. Já, þetta er bara... Við tala betra en á Argentínu og grillmarkaðanum og öllum sem stöðum. Bara heima hjá Arnari Gunnlaugsson. Já, svo fór ég að rölda íbúðun hans. What a mansion, maður. Já, hörðu, maður... Ég verði að setja myndina, maður. Ég týndist þessar. Týndist þetta? Já, út af því að þetta verið einhvern veginn... Ég fann alltaf nýtt herbyggi. Ég var eitthvað ráfandi þú kannski með rauðvínsglas og bara svona, skoðaði og eitthvað. Fyrstulega flatuskjári einhver einasta herbyggi. Já, hann var ekkert að spara. Það var sjónvarpinn í eldhúsi og öllum herbyggjum. Já. En þú eru blöð að, Sástu baðgarið hans? Já. Hvað var þetta? Heitapottur eða? Það kemist fíll fyrir þetta baðgar. Já. Við hefum getað farið, allir sem voru í partíinu, það getað kíkt í bað saman. Ég hef aldrei séð svona. Þetta var bara eins og kolbara. Já, þú verður að sína fólki myndina. Já, það er sko málega, það er svo lélegt netsamband hérna inn í stúdíónu. Ég er að reyna að senda hann í gegn. Já, bara leið og þú er búin að setja laga á, hleypur fram, setur myndin á Twitter. Þetta er rosalasta mynd sem ég séð. Já, ég fór að rölda íbúðunars Arnars Gunnlaugs og ég lappaði inn í svefnherbergi hans, sem var nú ekki frá sig færandi. Ég var ekkert að þefa af nærfötunum hans, ég er ekki það mikill aðdáandi, sko. En hérna, ég kíkja svona á rúmið og sé það eitthvað mynd svona frá rúmið. Lappa hans nær, einhver dýrasta mynd sem ég hef séð á ævinni. Og líka skemmtilega þegar þú sýndir mér þessa mynd á hann, þá hugsaði ég með mér, ég er að gera eitthvað rétt í lífinu. Ég er að gera eitthvað. Þetta er bara eins, fólk fattar hvað ég á við þegar það sér myndina. Já, myndin... Ég er með allt á hreinu gæluna. Myndin sem ég er að fara að setja inn, hún er sko, hérna, hún hangið fyrir ofan rúmið hans og hann er með ljóst hár, búinn að lita sér skeggið. Hvað ætla að segja, svona 23-24 aðna, rándýrt. Það verður ekki dýrra. Þú verður bara að fara beint og upplóta svo Twitter, leiðu búin að hendi lag. Já, ég ætla að henda myndin inn og svo kíkjum við. Brian Ecclepen. Já, svo verður ekki Brian Ecclepen hóttið, það er ræðið hann. Það er annar one hell of a man. Bruno Mars, Making Love Like Gorillas. Kemur ekkert óvart að King Arnur Gunnlaugs í því. Þetta er grínast með þessa mynd. Myndin er sem sagt komin inn á Twitter eftir hérna Arnar Gunnlaugs hóttið áðan og þetta er, sko þessi mynd er sko meter sinnum meter í ramma. Hann er eiginlega bara með sömu hárgræslu ég. Fyrir ofan rúmið og þetta er, þú veist hvað er hann með hálsinn hann? Hann er með einhvern rándýran eyrnalokk. Hann er með og ljósturlokkana. Ég ætla að fara hann að fá með eyrnalokk bara strax eftir þátt. Já, bara þú veist, það púlla ekkert allir kall með eyrnalokk. Arnar Gunnlaugsson, hann púllar eyrnalokk. Og síðan er með eitthvað hálsmenn sem er rosalegt. Þetta er hann. Og sér er svipinn á honum. Já, svipurinn á honum er. Það sem er svo fallegt við hennar svip, hann er bæði svona, ef ég horfa á myndina, hann bæði að hugsa, herðu, á ég að drepa þið fíblið þitt, eða, herðu, ég elska það ástu mín. Já, svona, hann getur verið reiður. Þetta er svona nett Mona Lisa syndrom eitthvað, hann er svo margt í gangi. Reiður, skástir, glaður, sár. Ég get ekki lesið hann á þessa mynd.
Nei. Hann er sömu hárgreiðslu ég. Nei, þetta er ekkert sama hárgreiðsla. Basically sama hárgreiðslan. Hann er svona 10.000 sinni svalar en þú ert núna, sko. En hann er enda vel ljósaröðna og blond still have more fun. En ég ætla að vera að safna í þetta rándýra skegg sem hann er með. Hann er með yfirvaraskegg. Já. Síðan kemur línan það niður á kantinum. Það er lína beint fyrir neðan vörun á honum. Mér finnst menn ekki vinna nógu mikið með þetta í dag, að vera með svona línur í skegginu. Og síðan er hann með línu neðst niður frá eyra, það er bara frá barta, niður hliðina, þannig tengist þetta. Þetta er eitthvað flottasta skegg sem ég sé. Þetta er smá Del Piero, Jón. Það er nettur Del Piero að nýsum að þetta er rosalega. Ég ætla bara að hringja hana eftir. Get ég haft þessa mynd fyrir rúmi á mig líka? Sko, ég var til að hafa þessa mynd fyrir rúmi mitt, en það sem er líka í þessu er, það púlla ekkert allir kallmenn að vera með litaðar augabrúnir og litaskegg og eyrnalokk. Nei. Hann hlæra þessu. Þetta er skítið eftir hann. Mjög lett með það. Já, þannig að þið getið séð þessa myndin á Twitternum hjá mér og dástæðinni. Það styttist hér í Brian Ecclepen hodnið sem er á sínum stað. Ég þykist alltaf að vera með gubbulagi sitt eftir, ég er nú ekki alveg að spenntu fyrir því. Þetta kallað gubbulag. Já, og þannig að svo erum við bara með hér fasta lið, en við skuldum víst auglýsingar áður að förum í Brian Ecclepen. Ertu með það allt tilbúið eða? Já, ég bara flókin liður, sko, ég er á Facebookinu hans og rúlið við það og fjallum hvað er á því. Fíla. FM 957 skemmtigarður í Smáralind og Pepsi kynna. Oktoberfest-stemming á efrihæðinni í skemmtigarðinu Smáralind alla föstudaga í oktober. Stór bjór á 500 kall og keppni í tækjum garðsins með glæsilegum vinningum. Kepp verður í beerból, lasertag, mótorhjólum og hamri ásamt fúsballmóti. DJ heitir skífum alla föstudaga í oktober. Nánari upplýsingar á Facebook síðu skemmtigarðsins. Á Víriðstöðin. FM 957 skemmtigarður í Smáralind og Pepsi. Júli og gamli gaukurinn kynna. Hljómsveitin 20, Retrobot ásamt Amanda Dama á gamla gauknum föstudag. Gamli gaukurinn, eitthvað fyrir alla. Samsung spjaldtölvurnar er á frábæru verði í Elko. Samsung Galaxy Tab 2 frá krónur 29.995. Elko, einfallega lægra verð. NetGiro er nýr greiðslumáti á netinu. Verslaði þínu uppáhaldsverslun án þess að gefa viðkvæmar upplýsingar. Reikningur birtist í heimabanka og greiða þarf innan 14 daga. Viðskiptavinir fá því vöru afhenta áður en greitt er. NetGiro, einföld, örugg og þægileg leið til að versla á netinu. Carlsberg og Agent.is kynna Project X á Hendrix við Gullinbrú laugardagskvöldið 19. október. Framkoma DJ Óli Geir, Pink & Purple og Nixo. Ekki missa bjórbongum, bírpongi og hoppukastalanum á Hendrix við Gullinbrú. Project X, þú finnur ekki ruglaðara partí. English Pub Hafnarfirði auglýsir. Júladisco laugardagskvöld. English Pub Hafnarfirði. Children under 12 years old eat for free. Stöð 2 kynnir með stolti. Glæsilegustu vetrardagskrá á upphafi. Fleiri og fjölbreyttari íslenskir þættir en nokkru sinni fyrr. Við lofum góðum íslenskum vetri. 6 íslenskar sjónvarpsstöðvar og tónlist.is fyrir aðeins 7.990 krónur á mánuði. Stöð 2. Margfalt skemmtilegri. Það er frábær helgi framundan í boltanum. Geggjað opnunartilboð á mat og Carlsberg á krana. Hendrix, sportbarinn þinn við Gullinbrúna. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í síman þinn með snjallpakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. 957 FM. Til að hlusta hér á FM 95 Blöð, 2 harðir með ykkur á þessum föstu degi og við erum búin að fara yfir Arnar Gunnlaugsson og búin að setja inn myndin á honum. Er eitthvað, ég fór samt að hugsa núna sko þegar ég var að setja myndin inn á Twitter, er ekki eitthvað pínu creepy það? Ég hef verið að læðast svefnherbergi hans að taka myndin af myndunum hans. Hversu fyndið þið það? Ég var ráund þetta hús allt kvöldið. Ég fann aldrei svefnherbergi hans. No homo samt. Hvað fannstu það? Það var þarna vinstra megin við baðherbergi. Ekki langt frá baðinu sem er á leita út allt hús. Það var ekki langt frá baðherberginu sem er á miðjuhæðinni. Hverju af baðherberginu? Það er nokkuð baðherberginu. Já, sem er á miðjuhæðinni. Á miðjuhæðinni, já.
Ég fann aldrei þessa mynd. Ég hef tekið myndið af leið þegar ég sé hana. Erum við ekki búin að setja óþægilega pressa á Arnar Gunnlaugsson? Ef hann bara kynnast einhverja dömu nýri konu eða eitthvað, hann ekki alltaf... Hann mun alltaf live up to that, ég lofa því. En það líka bara sýni, sko... What a human being. Já, what a human being, sko... Bara eitt inn í lokin. Veist, það var maður hérna sem að... Nei, ég ætla að ekki sleppa það. Já, tökum við bara næst. Tökum við næsta horn. Það er Arnar Gunnlaugsson næstu viku. Það bara sýnir hversu mikil toppmaður Arnar Gunnlaugsson. Já, förum að segja það. Ég er líka með eina góða sögu sem eru frábært næsta föstu. Ok, gott að eiga Arnar Gunnlaugsson inni næst. En sko, við þurfum aðeins að fara yfir King Brian Eklopen. Já, það komið að Brian Eklopen hóðninu. Hann fær þetta ekki what a man, en það hins vegar stórkostleg manneskja. En hann að gera þetta fyrir mig. Meðan ég fer yfir, leið fólki fylgjast með hvað er að frétta af Brian Eklopen, Brynjar Má Eklopen. Getur sett hérna run á, með hann á, haft það svo undir. Sem hann... You pitch, I catch, brother. Já. Það er komið. Þetta er semst að lagið Run með Brian Eklopen sem hann tók þegar hann vakti konuna sína á sínum tíma. Og hann kom líka með morgumatinn. Já, þá var hann að syngja þetta. Hann kom með morgumatinn og söng þetta á sama tíma. Við erum búin að segja fólki frá því. Ég veit það, bara ég veist ótrúlega. Ég veit að það er rosalegt. En ég er að rúla þessi yfir Facebooki hjá Brynjar Má Eklopen sem ég gerir líklega svona 10 sinum á dag. Já, ég er komin inn á það líka. Það er byggist við inn. Til að taka þátt. Rúlar það niður á 9. október. Ok. Þetta er það sem Brian Eklopen er að gera á daginn, en þú ert mígandi og skítandi í þig hérna á Íslandi. Slakaðu, ég er ekkert mígandi og skítandi í mig. Það er fínasta mánuð. Já, hann er bara í sundlaugunum með börnunum. Hann er í sundlaugunum með börnunum. Já. Og ég ítti að playa á þessu vídeo á hann. Ég aldrei heitt að mikið hlátursköllum og þú veist. Þetta er vídeo, ég sé það. Já, maður myndi halda á ekki 9. október. Þetta lítur að vera laugardagur og sunnudagur og svona. Basic helgi hjá honum. 9. október á miðvikudagur. Já. Hvað varst þú að gera á miðvikudagi 9. október? Mígandi skítandi æland á þig? Já, reyna að vera fyndin hérna í útvarpinu eða eitthvað. Ég var alltaf ekki að synda með börnum á Flórida, það er nokkuð ljóst. Enda aumingi. Og það er líka sko það sem kemur hérna, er bara, þú veist, Anita hérna segir, svo dugleg prinsessa, svo kemur Brynjar Má Eklopen. Hún er svo yndislega þessi litla rós, broskall, og svo kemur Þórhallur. Manstu hvað var gaman í okkur Brynjar í krakkalögin á Spáni? Bara ha, grenja Brynjar, hann er svo high on life þarna, það er alveg æðislegt. Það kemur ekki neikvætt komment frá honum. Nei, ekki og til. Síðan við skrollum upp á 12. október. Þetta er mynd sem ég má ekki sjá þegar ég þunnur og lítill. Það er nokkuð ljóst. Þetta ætla ég að fárðast á sunnudaginn. Það er reyndar, það er svo sem ekkert að gera helgina. Ekki opna þessa mynd. Ekki þegar ég þunnur. Nema það að Brynjar Má Eklopen hendur í status 12. október síðastliðinn sem var laugardagur. Og hann segir... Þegar þú varst þunnur eftir partíans Arnar Gunnlaugs, þá var hann að hendi þetta. Já, hendur þetta. Svona munun á hans lífi og þínu. Í fótstellingunni, með allt niður mig. Kemur Brynjar Má Eklopen og keyrir þetta inn. Jesus Christ. Ok, þetta er sérst mynd af barnarúmi á hægra megin. Vöggu, hvað er þetta hana vinstra megin? Þetta er svona baby crib. Já, það er eitthvað svona litli bángsar hangandi niður. Ógeðslega sætt. Hann að krakkinn er Brian Heaven. Stúlkan sem er ekki komin í heiminn samt. Á 2 rúm. Já. Og hún er ekki fædd. Nei. Það er, sko, hún er komin nafn, 2 rúm og maður þakka fyrir að hún sé ekki komin bíl líka. Hún er ekki komin í heiminn. Ég held reynda sko að það hefur verið búið að skýra hana fyrir getnað, segir mér þá. Já, Brian Heaven. Og hann segir í statusnum, fyrsta skref í undirbúningsferlinu, segir með 2 rúmið, vaggan, rólan og ýmislegt fleira er komið í hús. Brian Heaven er svo heppinn að fá kúra alveg uppið mömmu sína. Takk. Anna Kristín Eklopen, en samt í sínu eiginu rúmi. Því að vaggan er rúmið ef við hliðina á hjónarúminu hjá Brian Eklopen. Þetta er vagga, barnarúm og rúm. Já. Þetta er hann allt í hól. Já. Þannig ef hún er í rúminu, þess Brian Heaven, sem sittir í, þá mun hún vera við hliðina á Anna Kristín Eklopen. Bara alveg ofan í henni. Það er allt tilbúið. Býtu, hvaða rólu er hann að tala um? Það er nefnilega að sé að velta fyrir mig, ég sé enga rólu. Já, þau eru greinlega bara búin að kaupa rólu, hún eru glútt í garðið sem hinn börnin eru hlæjandi að skemmta sér. Já, þetta er ekki verið svona, þetta er svona basic róla bara, það ekki? Já, öruglega, hvað ertu að... Nei, bara. Þetta er ekki svona róla eins og Gilsarinn kaupir, ég skal alveg lofa því, þetta er barnaróla, ógeðið. Já, ok, svo fyrir þessu upp. Síðan hendur okkur 13. október, þá er Brynjar Má Eklopen með status. Með öllu fótboltaliðinu þeirra.
Það er bara, hann tók bara allt fótboltalið sem stelpan í og fór með það út að borða. Já. Team Waves, lunch before the big game. Já, og skrifa before, B4. Rándýrt. Before the big game. Já. Og sko, hann er með 2 status á þennan dag. Og sko, Anna Kristín, kemur sér 1 leikur eftir og er það úrslita leikur og þessi móti, hver fer heim með byggarinn? Síðan kemur spennan í hámarki, tagg, Brynjar Már Aklupen, Elisa Kristín Aklupen, with Brynjar Már Aklupen and Elisa Kristín Aklupen. Hann tvítakkar. Double tag. Doppul tvítak. Ég hef ekki séð hann gera þetta. Nei, hann gerir þetta oft. Hann doppul tvítakkar. Ég veit það. Og síðan, hvað er baby shower? Baby shower, það er alltaf haldið í Bandaríkjunum. Já. Það er svona, veist, koma konur og er að gefa gjafir og svona. Brynjar Már skrifar, jæja, þá eru mætt í baby shower á Florida Hospital. Það er að tínast inn og á meðan er bóðið upp á hlaðborð, frítt nudd, hattrætti og alls konar glaðninga with tagg Anna Kristín Aklupen. Hvað er baby shower, blöð? Já, sko, ég held að baby shower, það var eitthvað sem var með bara heima hjá þér og vinir og ætningi að kæmu eða svona einhverja konur. Svo hann er með mynda af þessu baby shower. Já, það er bara á sjúkrahúsinu. Það er bara hellinga fólki sittur hana, ég sé ekki eitt baby hana. Nei, en það er babyið í maganum á henni. Ég sé Anna Kristín Aklupen, hún er að borða hana, setja í miðjunni hana, hún er að borða eitthvað candy eða eitthvað shit. Já. Þannig að, ég veit ekki hvað, og séðan serðu ofar, þvílíkur maður. Pappin í kennslu, er þetta talað þá mynd? Já, ég er að tala. Stórkostleg. Hann er að læra að brjóta saman. Já, og séru bángsan á borðinu, þá mætti alveg að vera barnið. Hann er að læra að skipta á a tiny little baby. Nei, vitleysingurinn, hann er að læra að setja hann svona inn í, þú veist, til að vagga með. Nei. Hvað heldur þetta sé bara stærsta bleia í heimi eða? Nei. Hann er ekki eignast því, sko. Þetta er teppi. Setur þetta undir barnið, síðan setur hann barnið á þetta, síðan skiptir hann á barnið. Það er allir með bángsa, sérðu þannig að þú horfir fjæðirborðið, það eru okkur menn, allir með bángsa á borðinu. Sérðu, þú veist að þetta er mynd, þetta er 13. október, hann er bara á stuðbuxum og ból með sólglur á haustnum að læra hvernig hann á að taka móti barnið. Hvít sólglur á haustnum, ég var síðast með hvít sólglur á haustnum þjóðhátíð 97. Goddammit, god. Hvílíkur maður. Hvað hann hefur það gott maður. Þannig að sko, málið er, síðan efst upp kemur 32 vikna bumbumynd. Brian Heaven er alltaf bara... Þessi kom bara inn í gær. Já, og ég er að velta þeim, 32 vikur. Betur, hvað er meðganga marga vikur? 38, 9 eða eitthvað, 40 vikur, eitthvað cirka, ok. Segjum bara sem 40 vikur. Brian Heaven er að fara dett inn, sko. Ég veit það, það er 8 vikur í það. Hversu gaman verður á Facebookinu á Brynjar Aklupen þegar Brian Heaven er mætt á slæðið? Ég get lofa því, ég poppa sjampói, sko. Það verður kampaðinn hérna í þessum þætti. Og skoðum allsins besta, þetta var Brian Aklupen hodni. Ekki bara góður pappi, syngur eins og engill, en við skulum hins og að fara í það sem við Egill gerum helgar. Við erum ekki að, synda með börnum, heldur eru að dansa. Þú komst mér óvart hana. Já, þú varst ekki við því að fá besta lag alltaf tíma. Þetta var fyrsta lagi sem var spilað í FM 95 Blöð fyrir 2 ára síðan. Já, við kickstörtuðum þættinum á þessu. Já, ekki næsta föstudag, heldur þar næsta, þá er 2 ára afmæli 95 Blöð og það verður svaða þáttur í loftinu, þannig ekki missa því. Verður ekki allir einn og það á félagarnir það? Jú, það verður rosalegt. Það verður alvöru. Það var svakalegt. Já. En málið er að núna stendur reynum í 435 million views. Já. Þetta grínast. Það er flott. Það er flott. Já. Miklu meira flott, þetta er 500 million views, Blöð. Hvað er að gera skýt í það? Já, ég meina, síndu þetta allavega smá virðingu. Ekki bara, já, þetta er flott. Það er mjög gott, 485 miljónir. Það er mjög gott. Sekka bara svo Nirvana upp á hljómsdýðinni. Það var ekki, þegar Nirvana var að gera allt vittlust, það var ekki komið YouTube. Og ég reyndar skal gefa Nirvana, þeir eru með 123 miljónir á Smells Like Teen Spirit. Já. En samt, sérðu að Pitbull, my man, ekki fara að líka Pitbull við Nirvana. Ekki segja þessu orð, Egill. Hættu bara að tala núna. Herru, ég er að sjá það hérna að Páll Óskar, hann hafði að bjóða upp fötið sín. Og mér finnst einhvern veginn alltaf allir verið að bjóða upp fötið sín til sölu. Þurfum við ekki að fara að henda í FM 95 Blöð fattamarkaðin? Þetta væri rosalegt. Hvað gerir það í Kólaportinu? Já, Kólaportinu bara eða á Austur. Ég sé nokkra stelpur vera með fattamarkað á Austur hjá King Kolb. En pældi því ef að Ásgeir Kolbensson fattamarkað. Það væri rosalegt. Einu gallin við það eru bara eitthvað 2-3 sem passi fötina. Hann er þvílíkur markaður. 1,95 á hæð, sko. Já. Pure muscle. Já, og veist, hann gæti, hann er á svo mikið að sko, jamfötum, sko. En þetta vinnan hann sér, að mæta á Austur og takja spaðan af fólki og vera og mingla. Það er vinnan hans, spaðið. Vinnur við það, sko. Já, bara herðu, þá er klukkan að verða 1, best að kíkja inn á Austur og helsa upp á mannskapinn. Og svo er að fara náttúrulega heim bara. Já, það var sagt við Ásgeir Kolbensson svona árið síðan þú veist að Austur gæti verið að fara downhill, sko. Þú veist, nefnir skemmtistæðan að one day you're hot, one day you're not. Og
Kolbeinsson sagði bara, já, hörru, vilt þú ekki bara ágjör því og ég var ágjör þessu og slakaði bara á og fáði pönnukokk og grjót alltaf kjæfti. Það sem hann sagði, hörru, hvernig staðan á Austur í dag? Aldrei verið vinsælli en akkurat núna. Kolbeinn alveg hvað hann að gera. Því líkur, sko, markastjóri. Því líkur markastjóri? Já, það er komið að auglýsingum hér í FM 95 Blöð. Er eitt hérna, Blöð? Ég má segja ráðan, þetta maður fara hann í first date. Ég bara, þetta er örstutt koncept. Út af því við getum ekki sleppt þessu út af, þetta er mikið veisla með þetta ætla að tala. Ok, segð mér það bara, ertu búin að vera að tala við einhverja nýja stelpur sem þetta á first date? Ertu bara hreinskiluð með núna? Já. Já, þá verður þetta viðbjóður, ég veit það. Ég veit allt um það. Hvað heldur því svona mitlus? Nei. FM 957 og Uno við Ingólfstorg bjóða þér og þínum í föstudagshitting. Þetta er mjög einfalt. Komdu núna inn á fm957.is og skráðu fyrirtæki þitt eða vinahópinn, alltaf 10 manns og þeir eru komin í pottinn. Heiðar Austmann dregur út flottan hóp fyrir hádegi alla föstudaga og ef þú ert heppinn, þá ert á leiðinni með hópinn þinn í létta rétti og drykk á Uno. Slakað á eftir erfiða viku með vinnufélögunum, vinkonunum eða vinunum á Uno við Ingólfstorg. FM 957 og Uno gera föstudagana skemmtilegri. Það er frábær helgi framundan í boltanum. Geggjað opnunartilboð á mat og Karlsberg á krana. Hendrix, sportbarinn þinn við Gullinbrúna. Komdu í 13 ára afmælisveislu Tapasbarsins dagana 21. og 22. október. Frábær tilboð í gangi. Tapasbarinn, sjóðheitur í 13 ár. Stundum þarftu smá lán strax. Þá þarftu smá ást. Múla býður upp á skammtímalán. Múla.is. Peningar á mannamáli. Ótakmarkaða mínútur og SMS óháð kerfi á samt 1000 megabætum á 4990. Alterna.is. Sexfaldur! Varstu búinn að ná því? Lottobáturinn er sexfaldur og stefnir í 60 milljónir. Leyfðu þér smá lottó. Allir leikir í beinni á risaskjá í boði Karlsberg. Players. Búðakór Kópavogi. Búðu þig undir veturinn. Leyfðu okkur að aðstoða þig. Allt fyrir vetrarverkin á einum stað. Bíkó, búðu betur, borgaðu minna. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Á FM 957. Tveir harðir í FM 95 Blöð. Landsina, þetta verður spilað í þættinum, virkilega flott lag hjá flottri hljómsveit. Enda valsarar þarna á ferð. En þeir að hlusta hér á FM 95 Blöð steytist til lagi Löðin heim og gubbilagi hans Egils, eða stuðlagi hans, sem hann er búinn að velja þennan föstudaginn. Mér finnst mjög leiðilegt þú kallaði stuðlag með gubbilagið. Okay, bara eitthvað komaði bara framfæri, mér finnst mjög leiðilegt. Ég skal læta að kalla það gubbilagið. Erstu með gott lag í dag? Mjög gott. Þú segir það reyndar allt. Ég er með klassíst í dag. Eitthvað, ok. Við sungið í það? Við sungið í. Okay. En málið er, með hana first date. Nú, ég held að við erum að fara bara í stuðlaði. Já, með sko, örstuð. Og málið er, eftir ég breytti prófælmyndinni inn á first date, all hell broke loose. Hvaða prófælmynd settur þau? Nýju prófælmyndina hana, það er ekki með sína það. Nei, með sína. Það sem út með hana gott talent logoðu fyrir aftæðig, hana sem er á öllum. Það varst það heimskunnar. Jú, út af því að þetta er, sko, út af því að, þú veist að þetta logo er international, konceptið, gott talent er international, þekka það allir, ég okkar að vinna með það. Þannig að þetta er andlit á þér, síðan bakvið Iceland Got Talent logoið. Ok. Stendur þetta Ísland Got Talent þarna, hálfviti. Já, en þetta er sama logo. Þetta er sama logo. Já. Og sko, Blöð, you hit the jackpot. Nei, það gerði ég ekki. Jú, það er, sko, ég er með góða fættir. Ég get alveg lofað því að við vorum ekki að struck oil. Þetta er bara sami viðbjörn alltaf hér. Hörru, ein hot lady frá Færeyjum sem er að minni líka. Það er góður að það. Það er bara ein frá Færeyjum? Nei, sem byrjaði að spjalla og hérna, sem ég grunar að getur verið framtíða kona fyrir þig. Tala við þig að fyrrabræða? Tala við þig að fyrrabræða. Þetta er ekki ég. Aldrei bendla með þetta. Það er alltaf þú og þú talar Auðun Blöndal með Iceland Got Talent logoið fyrir aftan og það veist. Allavega hana, þú veist, nú getur þú að fara á Reykjavíkurflugvöll og vippaði beint yfir. Þetta er ekki að fara upp á Keflavíkurflugvöll og fljúga þaðan til Danmerkur og Svíþjóð. Ég hef að hugsa cashið hans Blöð. Það er ekkert flogið hérna 2 ára á dag bara til Færeyja, sko.
Og ég alveg ferskur, ég get alveg loðað því, ég mun aldrei hitta það stelpu. Rósa, að mamma þið minnur á flugvöllunum, hún getur rettaði frí, bara ódýru flugi. Og fyrir utan það, ef þetta frábær stelpa, sem ég efast ekkert og sé kannski sæt, þá hefur þér tekist að eyðileggja allt sem að geta orðið á milli okkar með því að tala við hana fyrrabræði. Það alveg 100%, þannig ég hef ekki mikla áhyggjur af þessu. Ekki vera viss með það, málega hún hendur í How do you do? Hún hendur Anna. How do you do? Byrja á hann þannig. Já. How do you do? Ég byrja strax að syngja lagið hennar. Þannig að hún hafði samband að fyrrabræði. Já, að sjálfsögðu. Eftir ég setti nýju myndina þeir, maður eitthvað talent logoðu fyrir aftan. Og veist, rándýr myndaði, vinna vel í henni, photoshopaður og fítn og allt klárt, skilur du. Þetta datt inn áreiti. Og þú segir, I'm good, of course. Of course. Og þá segir hún í, that's nice to hear. Og síðan bara máli, ég nefnir ekki að lesa allt. Síðan kom bara eitthvað svona basic shit, bara svona ég er að mingla bara og hún er að mingla bla bla bla. Og varstu eðlilegur? Já, bara mjög eðlilegur. Og þá hendir þú í, what do you do? Og þá segir hún, what do you do? Já, what do you do? Þá segir hún I'm a student, how about you? Þá segir þú, Blondell, who, me? Oh, I just host a tiny little show called Iceland Got Talent. Ég skil ekki verið bara að taka tölvun með henni og eyðileggja. Þetta er bara einelt eil. Þetta er ekkert annað. Þú varst búinn að henda þér út af þessari síðu. Já, ég veit það. Síðan byrjar með henni þáttana, Iceland Got Talent. Hann er ekki byrjarinn. Já, hann er í vinslu. Og hún tekur mjög vel í það. Hún segir, oh wow, that's nice. Is there a lot of talent in Iceland? Þá segir þú, yeah, I have the most talented friend. His name is Egil Einarsson. He's a professional bodybuilder, a best-selling author, a male model, and one hell of an actor and a human being. Og síðan hélt ég að viðbörnir... Hvort ert það eiginlega að koma mér út í þessum liðinum? Eða þér sjálfum, því að þetta er alltaf byrjast núast það hvað vinur minn Egil sé stórkostleg manneskja og frábær og góðu bodybuilder og eitthvað. Já, ég lauma þessu bara inn þannig. Nei, þú ert búinn að lauma þessu alltaf inn. Sko, ég kom með fljótt út úr þessu. Þetta er að koma sjálfu þetta færi. Nei, mér gruna að þú verið pirraður út af þess að hann fór í beint út úr þessu. Hún segði bara ok, ekkert meira. Nei, hvað átt hún að segja? Já, það er mjög góð punktur. Þá segir þú við hana, sem mjög góð, ég ánægði með blöð hana. Ánægði með mig, þetta er þú sem segir hann við hana. Þú segir, Þú segir. Ok. Það er kannski fólk að hlusta sem heldur að... Ok, þú segir, og ég segir, do you have a talent? Segir þú. Og þá segir hún, well, I play handball. Og þá segir þú, ok, that's nice. Þá segir hún við þig, do you have any talent? Og þá segir þú, you mean besides hosting the biggest TV show in Iceland and hosting the most popular radio show in Iceland? Má ég æla maður, ég get svo... Og síðan kom Sín. Já, þetta er bara gott maður. Nei, hlusta aðeins. Nýja forriti á First Date, og það er svo Facebook, það kemur Sín. Ef hún er búin að sjá skilabóðum, þá kom Sín og hún sendi ekkert. Þannig að 48 mínútur seinna. Varstu hissa á því? Hún er að tala bara við eitthvað ógeð. Síðan hendi ég í Það er saklaus stelpa í handbolti í Færeyjum að tala við eitthvað sem heldur hann sé bara skíturinn á Íslanda því hann hosti eitthvað gott talent þátt. Þú mátt nú alveg monta það því blöð. Út að hósta út íslenski Ryan Seacrest. Þannig að hann hafi það. Þetta er komið gott bara. Nei, allavega, ég ætla að segja hvernig ég slagði á. Það kom Sín og ekki svar og þú hendur í I've also got a talent in my pants. Í barasta. Nú ætla ég að fara inn á þarna reikningin. Þetta er hinn eitursvali Justin Timberlake hér með TKO. Þið er að hlusta á FM 95 blöð og við höfum eftir að fara í lagi á leiðinni heim sem að er, já, hughristandi og gott þennan fyrstu daginn. En núna er Rikki G. mættur stúdíóið, sittur helskafan og fínir hliðan á mér. Og þannig að ég er að fara með stuðla núna, það ekki? Það er ekki að við gerum. Já, alltaf ekki. Ég fer þetta stuðla eftir ekki að vera búið sann, hvernig það? Þegar fólk hættir að biðja stuðlaðið blöð, þá hættir það kannski. Er það að tala um alltaf jámennin í kringu þið? Já, allir jámenni mínir er ennþá að byrja það, sko. Já. Og ég byrjaði bara að byrja áður fyrir lengur með þetta, push it. Push it. Róluðu maður. Ítt á takkan, push it. Segðu það push it real good. Push it real good. Are you ready? Is everybody on the floor? Þetta er alltaf langur trailist. Nei. Are you ready, Iceland? It is time. 1 year ago,
about a DJ. Today he is the most respected DJ of all time. Are you guys ready for Stuðlagið? Oh my God, is that DJ Muscle Boy? Oh my God, girls, hey, it's DJ Muscle Boy. DJ Muscle Boy. Ready or not, here is DJ Muscle Boy. Við erum að labba fram hjá 20 manns að leiðinu upp á svið þarna á þessu Stuðlagaböllinu. Einhverja stelpur svona? DJ Muscle Boy? Já, það trompast allt. Já, ég get vottað. Já, nákvæmlega, ekki oft verið með mér. Það trompast allt, ég var nú með þér og Akureyri á fyrsta Stuðlagaballinu, sko. Já, það var ekki fyrsta Stuðlagaballinu. Það var engin öskra DJ Muscle Boy. Þú varst alltaf bara upp eitthvað einn að vöku að vera niðri með mig og styrst. Já, við hljómaði þetta vel, ég var bara einn upp í kompu bara. Backstage herbyggi á sjálfanum uppi. Það er það sem ég elska, það er bara gardínufyllir. Tvö rándi, það voru tveir meistarar, ok, við fáum mikið hrós á Twitter og við erum alltaf með one hell of a goddamn show hérna fyrstum. Tveir meistarar hrós okkur. Fyrst King Björn Daniel, besti íslenski fótboltamaðurinn á Íslandi í dag. First aid liðurinn hjá, takk, Egil Gils, er betri en Arnar Gulluðsson. Blöðpúp þarf á hvern mann að halda, keep up the good work, höfuð, segir hann. King Björn Daniel. Það rugglaður það. Ok, allavegna, hörðu, sér kemur Ívar Gudmundsson. Ó, ég er að sjá það enda núna. Ívar Gudmundsson, the god of radio, hendi massa þáttur í dag. God of radio, einhver veit ekki radio, þá er það Ívar Gudmundsson. Hann fann upp útvarp á Íslandi sem aður. Og vinni bylgjunni í 18 ár. Já, massa þáttur í dag, hlusta okkur einustu mínútu. Takk hella, King Gudmundsson. Já, hlusta okkur einustu mínútu og Gunn Lágsson partíð var nákvæmlega svona. Já, auðvitað var, herðu, ef þú ætlar að halda gott partí, maður sjá, hverjum er búið í partíð? Kannski Ívar Gudmundsson? Já, það er fyrst ykkur sem býður í partíð. Hvað er gubbulag í dag? Þú sagðir ég ætla ekki að kalla gubbulagið. Ok, hvað er Stuðlagið í dag? Þetta svíkja mig. Skrifaðu Alice DJ, Better Off Alone. Við förum beint í klassíkinn dag félagarnir. Þetta er eitthvað sem allir þekkja. Er þetta einhvern So you think you're better off? Það er hárið rétt. Það er þetta drullu gott lag. Það var mikið, maður. Þú þekkið það mér. Já, þetta er gott lag. Ég skal halda kjafti við Stuðlaginu núna. Þetta er hollensk grúpa, sko. Kings, Kolbjörn Sigthorsson. Þetta er nokkar sekundu blöð. Það stöttur á sig bara. Hvað er útgáður hana? 5,4 kúlur það? 4,6. Hvað eru bara til 19 tegundur af þessu lagi? Ég er með 5,4. Alice DJ, Better Off Alone. Skotin sjálfur Stuðlagið þennan först daginn. Og með hvernig er þetta, sagður? Alice DJ? Já, það er líka meistari. Það er frá Hollandi, sko. Holland. Þetta er enda með betri Stuðlagin sem þú verður með, ég skal gefa þér það. Af hverju ég aldrei fætti Amsterdam? Allt niður. Sko, það er gaman þar maður, það er alveg stuð. Já, það er inni. Það er Ajax núna í meistaratillum, við kennum þetta að kíkja á kolla. Það er komið að lokum hér hjá okkur í dag. Kæru hlustendur, Rikki G er mættir í stúdíóið og ætlar að vera með ykkur til 9 í kvöld. Egil, takk hjá fyrir daginn. Og minna fólk á það sem ringir inn og eftir og spyrir Ríkard lög og veist svona, já, Rikki, ég til að hlusta á þetta lag. Hendið hrósi á hann, þeir Rikki að standa sér mjög vel í ræktinni þess að dag. Hann er bara helskaður. Hann frábær í ræktinni. Og hérna, ég vil þakka ykkur fyrir hlustunum í dag. Hvað var þetta? Hlustendur. Já, auðvitað. Auðvitað er að niðurlæga. Hút, haltu kjafti maður, hvað mórall var þetta? Ég sagði bara... Þú ert það standað frábær í ræktinni. Já, ég meina, sástu svipina? Veitu hvað, því að koma að faðma þig? Nei, bara, já, þátturinn er búin í dag. Gefum við smá pepp. Hvað er ég með gói og gokk hérna hérna minn? Ég ætla ekki en takk hjálpa fyrir hlustunum í dag, kæru hlustendur, það er búið að vera gaman að vera með ykkur, vonandi höfðu ég gaman að. Ég veit ekki hvað verður með mér á mánudaginn, það er eitthvað svona smá uppstokkun út af, já, einhverju smá rugli, en það verður allavega þáttur og hann verður skemmtilegur, ég lofa ykkur því. Ég finn einhvern hressan og skemmtilegan þegar ég kom með ykkur hugmyndir á Twitter. Egil, góða helgi, Egil, góða helgi. Góða helgi, Blándur. Og hafið það bara sem allra best, From United, það er Southampton á morgun kl. 2. Hér er lagi á leiðinni heim og það er rándýrt og kemur mér í gýrin allavega. English Pub Hafnarfjörðið auglýsir Júladisco laugardagskvöld. Það var okkur. Höfðabílar Fossásið 27, beint fyrir ofan Ölgerðina. Sími 577-4747. Höfðabílar.is. Carlsberg og Agent.is kynna Project X á Hendrix við Gullinbrú laugardagskvöldið 19. október. Framkoma DJ Óli Geir, Pink & Purple og Nixo. Ekki missa bjórbongum, bírpongi og hoppukastalanum á Hendrix við Gullinbrú. FM 95 Blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is.
Frí heimsending allt land. Perform.is. Fáðu Spotify Premium í síman þinn með snjallpakka.